Ég var nú bóndi sjálfur í 20 ár og alveg upp í sveit. Ef ég verið ennþá sauðfjárbóndi í dag þá væri ég líklegast talinn ungur bóndi, 60. Það er ekki gott ástand. Það hefur verið talað mikið hérna í kvöld að ná niður vöxtum og það hefur lítið farið fyrir því að með lýstu því hvernig ætluð að fara að því. Hvernig á að fara að því? Við ætlum að stofna samfélagsbanka og sósíalistum. Við ætlum að gera Landsbankann sem nú eini banki sem ekki búið að tæta út úr höndunum á okkur af síðustu 2 ríkisstjórnum, eða svona mestu leyti. Við getum notað þennan banka til þess að búa til samfélagsbanka og sá samfélagsbanki gæti leyst vanda bænda, ungra bænda sem að hafa ekki geta fengið lán vegna þess að þeir eru ekki á réttum stað í landinu. Þeirra framkvæmdir, þeirra hús, þetta er ekki metin og verðmætt af bönkunum þannig að þeir segja bara í mörgum tilfellum, þú færð ekki lán. Samfélagsbanki ætti að sjálfsögðu að leysa þennan vanda og við höfum fyrirmyndar samfélagsbanka til fyrirbæri í Þýskalandi sem heitir Sparkasse sem að virkar akkurat svona. Þeir eru með útibú allt land og lána nær samfélaginu á viðráðanlegum vöxtum. En við höfðum samt kerfi sem að hjálpaði mönnum að byrja að búa og það hét jarðeignadeild ríkisins. Nú er búið að spóla því út úr höndunum á okkur og ég hef heyrt að það eigi að gera síðustu atlögun að því að moka jörðum ríkisins í hendunar á einkaaðilum núna akkurat af þessari starfsstjórn. Ég trúi því varla að sé satt vegna þess að það er búið að gera allt of mikið. Búvörusamningar standa fyrir, taka gildi 2027 ársbyrjun og ég myndi mjög gjarna vilja að kjósendur veittu mér umboð til að koma að því að vinna þessum búvörusamningum því að það þarf að gera þá svolítið betur úr garði. Þeir ná ekki yfir nema hluta landbúnaðarins eins og í dag og ég er svo sem ekki endilega vissum að við ætlum að henda þessum kerfi þó við ætlum að endurskoða búvörusamningar sem að verða betri.